Komið blessu og sælu velkomin í þáttun okkar 21 sem hér á hverju kvöldi umræðu og frétta þátturinn okkar og það sitt hvað á seiði næsta klukkutíman að sjálfsögðu pólitíkin, fjárlaganefnd Alþingis, meiri hluti hennar hefur skilað sínu og það var það eiginlega sprenging. Þeir fjallu svolítið í fjölmiðla gryfjuna með því að skera öryrkja niður við trog og til húsnæðismála. Þetta var það sjálfsögða frétt. Já, við viljum sjá umræðunar verða á morgun á Alþingi. Við viljum líka tala fangamál því að samanburður við önnur Norðurlönd passar ekki, segir formaður afstöðu félags fanga vegna þess að hérna kerfið allt öðruvísi. Endurkomutíðni fanga á Íslandi langhæst. En þetta samanburðarhæft? Nei, þetta ekki samanburðarhæft. 46,4% koma aftur í fangelsi hér samkvæmt tölum Fangelsismálastofnunar. Þannig að, en sko, ég viðtali mínu eftir við Þráin Faristveit sem framkvæmdastjóri verndar áfangaheimilis og Guðmundar Inga Þóroddssonar sem formaður afstöðu, að þá kemur í ljós að það vantar rosalega mikið inn í til við fáum góða statistík, en staðreyndin þó sú að endurkomutíðnin há og við förum til dæmis inn í umræður Hólmsheiði sem fær fallengur, fangelsi þar. En gott og vel, áður en við förum inn í þáttinn sjálfan, kíkjum aðeins í þar helstu fréttir sem hafa verið áberandi í dag. Ég hnautum þessa forsíðufrétt í Mogganum í morgun, mikill fjölgun dauðsfalla hjá fólki undir 40, athyglisverð tölfræði sem Höskuldur Daði Magnússon blaðamaður hefur tekið saman af sinni kunnáttu í faginu og þetta sláandi. Já, það eru nú reglulega sláandi fréttir þessi mál, þennan fíkni vanda og bara hvað fólk er að deyja í þessu samfélagi vegna þess. Já, en þegar maður sér þetta svona framsett með þeim hætti sem gert í Mogganum í dag, þá svona staldrar maður við. Við erum að missa unga fólki okkur í allt og ríkum mæli. Já, og sko baku hvern einstakling margir aðrir. Guðmund almáttur. Svo náttúrulega þessi frétt í Fréttablaðinu sem hefur vakið mikla athygli gefa frumvarpi Lilju fallengun og hér tölu íslenskar frá sviðslista fólki sem telur að það sé svona einokuna tilburður upp í nýjum aðferðum Lilju hvað sviðslista fólk og sviðslista fæið varðar. Talum að þjóðleikhússtjóri fái nánast einræðis tilburði við breytingarnar og Birna Hafstein formaður félags íslenskra leikara orðar þetta á kjarnýtt íslensku. Þetta illa skrifað, illa unnið, fullkomlega ófæglegt og fyrst og síðast fullkomið virðingarleysi við allt það fólk sem vinnur í sviðslistum á Íslandi sem sé leið Lilju til að breyta þessu kerfi fær fallengun hjá fólkinu sjálfu í faginu. Já, segir ekki að það hafi verið samráð og Lilja svarar þessu í blaðinu, segir það var haft samráð, það var haldinn stór fundur og svo bendur hún náttúrulega réttilega á að frumvarpið í samráðsgátt stjórnarráðsins, þannig að það geta allir farið þar inn og haft áhrif. Þannig að þetta sko allavega tillögurnar slá sviðslistamennina út af laginu. Út af sviðinu. Já. En gott og vel. Svo það hér frétt sem ég hef verið að velta mikið fyrir mér. Það sem sé öryrkjarnir. Við tölum aðeins það áðan að þetta frétt sem við vakið mikla athygli í dag að fjárlaganefnd skuli sem sé fara fram meirihlutinn með þessar tillögur án þess að bera það undir þá hópa sem það kemur hvað harðast niður á. Það verið að draga eins í land í fjárlögum og þá að taka öryrkjana aðeins niður án þess að hafa samráð við þá. Já, sko, svo aukning sem átti að koma til öryrkja að hún sem sé verður minni en ella og þarna munar nú sko ótrúlega miklu að þannig séð það útilokað króna á móti krónu sem sé skerðingin verði afnumin í þessu ljósi. Þannig að við heyrum meira af þessu á næstu dögum alveg örugglega. Og Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður Öryrkjabandalags Íslands var bara gáttur hreinlega bæði í gærkvöld og í morgun yfir því að fá þessi tíðindi bara svona úr fréttum. Skrýtna fréttin, hún í Fréttablaðinu dag á blaðsíðu 6 held ég, það komið í ljós að það búið að laga Hverfisgötu fyrir milljónir, sennilega 10 milljóna ef ekki 100 milljóna. Speglarnir kissast. Og speglar strætóna kissast á þrengri Hverfisgötu. Það var sem sagt ekki gert ráð fyrir að 2 strætisvagnar getur mæst á breyttri Hverfisgötu. En mér finnst þetta ótrúlega svona falleg fyrirsögn á svona eiginlega vandræðalegu og leiðilegu máli. Það ekki gott. Svo það Halldór, hann í essinu sinni í Fréttablaðinu í dag með mynd af
af Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur orkumálaráðherra sem hérna í lótustellingu að dásama þriðja orkupakkann en svona afturhaldið í flokknum, Brynjar og Óli Björn koma þarna baktir að megin og tala hún sé að hún algjör hippi. Já. Það er freistandi að draga Halldór fram okkur einasta degi, ég verð bara að segja þannig. Við ætlum að fara í pólitíkina. Þórður Snær Júlíusson kominn með formenn stjórnarandstöðu flokka og það er sjálfsögðu fjárlagafrumvarpið og það mál Seðlabankans og sömuleiðis pólitíkin á þingi og staða ríkisstjórnarflokkanna. Já, látum það blása út. Þau eru sest hérna hjá mér Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar. Verið velkomin. Takk. Takk hérlega. Við skulum vinda okkur beint í kannski stærsta fréttamáli dagsins sem eru fyrirhugaðar breytingar á fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Það er ýmislegt þar sem vekur töluverða athygli, sérstaklega kannski niðurskurður eða lækkun á áður boðuðum hækkunum meðal annars til öryrkja sem hefur kannski verið stærsta málið. Kannski byrjum á þér Þorgerður Katrín, hvað er það svona helst sem þér finnst hingað í stúf í þessum breytingum? Já, það er einmitt nákvæmlega þessi niðurskurður til aldraðra og öryrkja og líka einfaldlega þeir uppistaði niðurlægingi sem að meirihluti fjárlaganefndar stendur núna frammi fyrir. Það er ríkisstjórnin beinlínis tekur málið inn til sín og hefur náttúrulega átt að sýna sóma sinn í því einfaldlega að flytja málið aftur. Kemur með sína breytingartillögur, meðal annars að skera niður til aldraðra og öryrkja og skera niður svona dittin og dattin í annar staðar. En skilur eftir fjárlaganefndina með ekkert svigrúm til þess að koma til móts við ákveðin sjónarmið bæði framlegð sem maður þarf að fara í, eins og til dæmis biðlista, SÁÁ og fleira. Þannig að ríkisstjórnin og meirihluti fjárlaganefndar er strax byrjað að hverfa frá markmiðinu sem kemur mjög skýrt fram í fjármálastefnunni að skila, afkomumarkmiðið er alltaf að það verði aldrei minna en 1% miðað við landsframleiðslu afgangurinn. En hann er strax komin undir 1%, þannig að þau eru strax byrjað að hverfa frá stefnunni og ég hefði nú haldið að aldrei minna en 1%, það er engin vikmörk þarna, þú átt ekki að geta farið undir. Þannig að annars vegar er ábyrgðarleysi finnst mér og síðan á sama tíma og það er verið að skera niður til aldraðra og öryrkja þá er verið að keyra í gegnum þingið. Bókstaflega keyra í gegnum þingið veiðigjöldin og ég held einmitt núna sé lag til þess að bíða svolítið með veiðigjöldin og lækkun á auðlindagjöldum á útgerðina og veiðigjöldum á útgerðina að bíða eins með það mál, framlengja núverandi ástandi til þess einmitt að koma til móts við aldraðra og öryrkja. Mér finnst það svona það sem slær mest þegar maður er að horfa á þessar breytingar leið og við boðum það að við viljum auðvitað aðhaldssöm fjárlög og við erum komin náttúrulega með ákveðna tillögur í því við í Viðreisn en þetta er ótrúlegt að ríkisstjórn undir forystu Vinstri grænna skuli hafa forystu það að minnka það sem þó var lítið fyrir. Logi, ertu sammála þessu? Er þetta verið að ganga á það sem átt að renna til öryrkja, aldraðra og annað bágstaddra hópa í samfélaginu en á sama tíma verið að auka hlut útgerðarinnar? Já, alveg klárlega og við sjáum í rauninni að upphaflega fjárlagafrumvarpi var ekki að tryggja hvorki efnahagslegan né félagslegan stöðugleika og núna sjáum við hvað í rauninni forsendur fjárlagana voru veikar að þær brustu, nýjar forsendur laðar fram, við það þarf að stoppa upp í ykkur gat og þá er ráðist á þá hópa sem að veikasti standa fyrir, hafa ekki notið góðærisins og kjara aukningar í uppgangnum. Þetta er svona ekkert ósvipað og lappar fram hjá svöngum einstakling og réttir á hennum samloku og svo þegar hann ætlar að teygja sig í hann þá grípur hann aftur, tekur 1/4 og hendir inn og lappar burtu. Þetta er auðvitað bara blaut tuska framan í þessa hópa sem að hafa verið skildir eftir. Við í stjórnarandstöðunum munum auðvitað koma með breytingartillögur við þetta. Auðvitað hefðum við lagt fram allt öðruvísi frumvarp. Við munum leggja fram tillögur í 17 liðum sem kostar 24 milljarða. Við erum hins vegar með tekjuöflun á móti og ætlum að mundum skila með meiri afgangi. Af því að það þarf núna líka þegar við erum að keyra inn í niðursveiflu, þá þarf ríkissjóður að hafa meiri afgang til þess að geta viðhaldið félagslegum stöðugleika í landinu. Við erum náttúrulega að sigla inn í mjög erfiðar kjaraviðræður og það sem er stál í stál, allt öðruvísi verkalýðsforysta en hefur verið hérna lengi og það er alveg augljóst af bæði orðræðu og samtölu sem á við þessa nýju forystumenn verkalýðshreyfingarinnar að það er gerð sú krafa
að hið opinbera komi að lausn þessa vandamáls með tillögur í skattamálum, með tillögur í bótamálum, með tillögur í húsnæðismálum. Sjáuð þið eitthvað svigrúm í þessu fjárlagafrumvarpi eða einhverjar bendingar það að það sé verið að fara að leggja fram eitthvað slíkt sem gæti hoggja á þennan hnút sem til staðar í kjaraviðræðum? Ég ekki farin að sjá það að við sjáum ekki merki þessu fjárlagafrumvarpi til þess. Það alveg hægt að gagnrýna, þú talar verkalýðsforystuna og nýja verkalýðsforystu sem að mér finnst mjög áhugavert hvernig það alltaf þróast og það alveg hægt að gagnrýna svona aggressívan tón en hann samt skiljanlegur og ég held að burtséð frá því hvernig þau að setja fram sína gagnrýni að þá það eitthvað sem að við í stjórnmálunum, hvort sem það í meirihluta eða minnihluta verðum að hlusta eftir. Það ákall ákveðnar breytingar, einmitt til þess að hjálpa þeir sem að lægst hafa launin og við í Viðreisn boðuðum það meðal annars fyrir síðustu kosningar að persónuafslátturinn myndi fjara út með hækkandi launum til að mynda. Ég held að það sé eitthvað sem að við eigum að skoða og það líka ákall eftir öflugri húsnæðisúrræðum, sérstaklega fyrir ungt fólk, láglaunafólk og það eitthvað sem að við verðum að taka tillit til okkar og taka til okkar en ég ekki farin að sjá nein merkjum það í þessu fjárlagafrumvarpi að ríkisstjórnin geti gert eitthvað. Logi, hagkerfi líka á sama tíma að kólna, það alveg rétt, það ástæðan fyrir því að það ráðist í þessar breytingar á fjárlagafrumvarpinu og Seðlabankinn búinn að hækka vexti, svona ekki mjög vinsælt í mörgum kresum. En ég meina það þarf eitthvað að gera. Hvað finnst þið til dæmis það að Seðlabankinn hafi gripið þessar aðgerðir sem hann greip? Ég held að það hafi verið fyrirsjáanlegt. Þetta auðvitað ekki mikið en þetta erfið skilaboð gagnvart þessum hópum sem eru núna að fara að sækja betri kjör og skiljanlega þau að gera það. Þegar að lág- og millitekjufólk jafnvel í landinu á bara orðið erfitt með að lifa frá mánuði til mánaðar þá segir það manni að það þarf að gera grundvallarbreytingar meðal annars á skattkerfinu. Ég ekkert bjartsýnn á að það verði gert vegna þess að fjármálaráðuneytið virðist vera á bremsunni hvað varðandi tekjuöflun en við skulum ekki gleyma því að það hægt að sýna aðhald á mismunandi hátt. Aðhald felst ekki bara í því að minnka útgjöld. Aðhald getur líka falist í því að afla skynsamlegra og sjálfbæra tekna. Og það eru mörg sóknarfæri sem væri hægt að ráðast í. Ég tek eftir því að Þorgerður minnist á húsnæðismálin. Verkalýðsleiðtogi eftir verkalýðsleiðtoga hafa komið fram á sjónarsviðið og sagt núna það verður að gera stóra sátt í húsnæðismálum til þess að koma á móts við fólk á lágum launum, unga fólki sem hefur ekki notið hagvaxtarins síðustu árin. Hvað gerir ríkisstjórnin? Hún í rauninni sker niður 95 milljónir áætlun sem nánast ekkert var og það eru ekkert góð skilaboð inn í komandi kjarasamninga. Þorgerður, ert þú sammála? Var þetta rétt skref hjá Seðlabankanum? Já, ég held að við verum einfaldlega að treysta Seðlabankanum hvað þetta varðar. Að hann hefur ákveðin tæki, hann hefur ákveðin fyrirmæli sem að löggjafinn búinn að setja honum og hann bara ber einfaldlega að fara eftir því. En þetta náttúrulega undirstrikað það og það alveg með ólíkindum. Það verið að ræða hér önnur mál og reyna að blása upp eins og til með þriðja orkupakkan og fleira en við megum aldrei ræða krónuna. Við megum aldrei ræða almennilega nýja peningamálastefnu og það með ólíkindum. Og ég ætla einmitt að gagnrýna bæði nýja verkalýðsforystu en líka Samtök atvinnulífsins fyrir það að ýta þessu máli alltaf til hliðar og það alveg með ólíkindum að það skuli alltaf vera þannig að við fáum ekki að ræða krónuna af því að núna eru lán heimilanna, þau eru að hækka meðal annars út á krónunni. Núna gengislækkunin sérstaklega tilkomin vegna þess að við höfum þetta umhverfi peningamála sem En nú eru þið bæði Evrópusambandssinnað fólk og leiðið Evrópusambandsinnaða flokka. En nú aftur eru komin í þennan rússíbana sem við höfum oft verið í áður og við erum með gjaldmiðil hérna sem sveiflast eins og lauf í vindi 20% innan skamms tíma sem væru forsíðufréttir á öllum fjölmiðlum í flestum öðrum samfélögum í kringum okkur en einhvern veginn svona hversdagslegt í okkar huga. Hvað gerir það að verkum að við komum þessu ekki á dagskrá? Af hverju eru þeir flokkar, ég meina þið stýrið þeim tveimur flokkum sem eru helst með það á dagskrá að taka upp aðra mynd, að ganga í Evrópusambandið. Af hverju eru flokkar eins og ykkar ekki þá að njóta meira fylgist fyrst að þetta blasir svona við? Það ekki gott að segja, en þessi margtuggða klisja Groundhog Day auðvitað birtast okkur núna. Gátu menn séð
þetta fyrir sér einhvern veginn öðruvísi heldur en að þegar að kólnar í efnahagslífinu að gengi lækki, vextir hækki, verðbólga fara á stað, minnkandi spenna á vinnumarkaðunum, meira atvinnuleysi. Þetta var fyrirséð. Þess vegna finnst mér að ásamt okkur, þessum flokkum sem að tala fyrir þessu, þá verði ég að kalla eftir því að verkalýðshreyfingin taki og fari að ræða þessi mál líka. Þetta eru stærstu hagsmálumál heimila og launafólks í landinu og að minnstakosti verður verkalýðshreyfingin að setjast niður og móta sér afgerandi afstöðu í málinu. Það er ekki nóg að segja að við höfum ekki tekið málið á dagskrá. Þetta er stærsta málið. Talandi um húsnæðismarkaðinn, það er alltaf verið að tala um að við þurfum að lækka byggingakostnað og þá fara menn og einfalda byggingareglugerðir og jafnvel ganga á gæði byggingana. En það er aldrei talað um þennan bleika fíl í stofunni sem er blanda af lítilli framleiðni byggingariðnaði og miklum fjármagnskostnaði og háum vöxtum. Það er hinn raunverulega ástæða fyrir að það er alveg brjálæðislega dýrt að byggja á Íslandi. Þess vegna er svo mikilvægt að flokkar eins og Viðreisn og Samfylkingin og fleiri sem að tala, Píratar sem að tala fyrir öðrum gjaldmiðli, þora að gera. Þrátt fyrir það sé allavega stundarsakir ekki vinsælt og það í rauninni núna eru komin 10 ár frá hruni. En alltaf erum við að ýta þessu til hliðar. Þessari raunverulega ástæðu þess að við getum náð þessum stöðuleika sem er svo eftirsóttu fyrir launþega og heimilin. En krónan, það var fundur hjá okkur í Viðreisn í síðustu viku krónuna og þar kom kaupmaður einmitt sem að hélt fyrir erindi sem sagði mjög skýrt og ég er sammála því að krónan er bara valdatæki. Hún er valdatæki sérhagsmunaafla og almenningur verður að fara að sjá í gegnum þetta. Já, og ég meina það er svo margt sem að er bara svona hliðaverkun að þessu. Ég meina almenningur hér hefur miklu minni svona verðvitund heldur en fólk í nágrannaþjóðunum bara vegna þess að það er verið að krukka með vöruverð á einfaldri dagleg. Við erum farnir að sjá auglýsingar aftur kaupið á gamla verðinu. Kaupið á gamla verðinu, skilur við. Hitt sem við myndust á þriðji orkupakkin sem allt í einu er orðin stór pólitískt þrætumál mörgum mánuðum áður en að þá að taka málið fyrir í þingi. Þetta verðist vera mjög erfitt mál fyrir ríkisstjórnina. Og allir flokkarnir einhvern veginn þrír sem mynda ríkisstjórnina eigi einhverju svona innan erjum út af þessu máli. Það eru fylkingar þar innanborðs með stóraravísu sem er að takast á. Þetta er kannski sérstaklega, birtingamyndin er sérstaklega sterk innan Sjálfstæðisflokksins. En þetta er mál sem að myndi vænta meðal annars að flokkar eins og ykkar myndu styðja, ekki rétt? Jú, og það er dálítið merkilegt þetta mál kristallar í rauninni stjórnarsamstarfi. Það er stundum sagt að stjórnarandstaðan sé ósamstæð. Það er alveg rétt, hún er það, en hún velur sig ekki saman. Hér hafa þessi þrír flokkar ákveðið að velja sig saman og þeir geta tekið saman höndum svona íhaldssem gildi, varðstöðum sjávarútveg, gengismál og landbúnaðar og eitthvað sem nefnt. En í öðrum málum eru þau allt öðruvísi og það er allt annað náttúrulegt munstur á þingi heldur en birtist í stjórn og stjórnarandstöðu. Ég meina við getum séð fyrir okkur fjallalæki sem að liðast niður brekku og vatni finnur sér sinn náttúrulega farveg en svo byrjar skilur ef þú vilt að hann fari eitthvað annað þá byrjar að stífla og það er það sem er að gerast í dag. Ég held að Vinstri græn séu fylgjandi ásamt okkur þessum þriðja orkupakka. Í stóra samhenginu er þetta mál risa umhverfis og mál fyrir Evrópu. Fyrir okkur getur þetta líka haft ágætt áhrif. Þetta eykur neytendavernd og þetta lappar upp á samkeppnismál. Þetta hefur engin bein áhrif og ekki bein áhrif á orkuverð. Hér held ég orkuverð til heimila 3% af útgjöldum heimilana. Þannig að við erum ekki að borga mikið í orku. En gæti þetta orðið mál sem yrði samþykkt og keyrt í gegn þvert á stjórn og stjórnarandstöðu? Það er að segja að stjórnarandstöðuflokkar myndu koma saman með hluta af ríkisstjórninni til þess að samþykkja þetta mál? Ég held að ríkisstjórnin verður bara að fara að horfast í augu við eigin ábyrgð. Náttúrulega utanríkisráðherra verður náttúrulega að fara að stíga fram og þora að segja. Ekki bara halda sig svona á hliðarlínunni og láta iðnaðarráðherra taka mesta skaflinn og alla umræðuna mitt. Og ég sakna þess náttúrulega að forysta og formaður Sjálfstæðisflokksins og líka formaður Framsóknarflokksins sýnir nú svolítið foryst í þessu máli sjálfur og stígi inn í málið en sé ekki í einhverju kapplöpum í einhverju stressi gagnvart miðflokknum til dæmis. En hvað finnst þér efnislu umræðan sem er þessi stað? Já, það sem ég ætlaði að segja
þetta svolítið áhugavert út frá bara almenni pólitík. Það verið að búa til einhvern stráman eitthvað sem engin ógni í gegnum þennan þriðja orkupakka og í rauninu voru báðir fyrstu pakkarnir miklu stærri og mikilvægri, sérstaklega fyrir íslenskar neytendur. Það verið aðskilja framleiðslu og annars vegar og dreifingu hins vegar og það tryggjur okkur í bak og fyrir. Það aðrar tilskipanir sem hafa haft miklu meira áhrif á okkur, eins og til dæmis persónuverndartilskipinu, þar hefði menn átt kannski að taka þessu umræðu. En þess vegna velti ég fyrir mér, á hverju verið að fara í þriðja orkupakkan og sem hefur, hvað felur hann í sér? Hann felur í sér aukna neytendavernd, skiptir mjög miklu máli. Skiptir máli líka að þarna erum við að undirstrika út á hvað EES-samstarfið gengur, það verið að afnema hindranir sem mest, hafa viðskipti sem frjálsust, en hann snertir okkur ekki frekar hann ályktanir í alþjóða kjarnorkumálastofnunum. Hann snertir okkur ekki hvað þetta varðar. Það verið að efla stjórnsýsluna að mínu mati og ef að menn ætla að fara í það að reyna að grafa undan EES, komið það guðnabenni hreint til dyrana og segja við skulum taka umræðum EES, en ekki fela sig á bakvið einhvern populísma eða eitthvað garga útvarpi sögu eða hvaðan sem að kemur. En pólitísku fleigur til þess að fyrir miðflokkin sem klofningur frá Framsóknarflokknum til þess að ná þá reynir á forystu fólks í stjórnmálum og þá verða, come on, strákar, í alvörunni, formaður Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, þeir segja ekki bofs af því þeir eru svo lafskítrættir við miðflokkin. En þetta auðvitað holur hljómur líka vegna þess að Gunnar Bragi var nú utanríkisráðherra þegar það verður undirbúið þetta. Sigmundur Davíð var forsætisráðherra á sama tíma og þetta mál komið upp á borðið. Jú, auðvitað verið að reka fleyg og að því að þú spyrð hvort að stjórnarandstaðan komi stjórnarflokkunum til bjargar í þessu máli, þá sáum við auðvitað í Noregi að það gerðist að verkamannaflokkurinn kom inn og keyrði þetta mál í gegnum ríkisstjórnina, en verkamannaflokkurinn gerði það ekki án skilyrða. Og við auðvitað munum þá áskilja okkur allan rétt til þess að ræða hvaða aðrar breytingar þurfa að eiga sér stað hér á umhverfinu í stjórnmálunum. En síðan þessi umræðu að við eigum að vera svo selektív að við getum bara pikkað þá móla sem við viljum og látið aðra eiga sig. Við eigum hér í sambandi við fjöldamörg ríki sem hafa fært okkur mikinn efnahagslegan ávinning, breytt í íslensku hagkerfi úr því að vera 350.000 manna hagkerfi í 500 miljóna eða 600 miljóna. Og það skiptir okkur miklu máli og það bara mikill ábyrgðar hlutur að fara að nota svona mál, keyra það áfram með legum og útúrsnúningi til þess að koma í rauninni sprungum í okkar svona risastóra hagsmunamál sem EES-samningurinn. Og ég tek undir með Þorgerði Katrínu, þá það menn bara að segja það alveg hreint út að þeir vilji ekki þann samning. Við skulum hafa það í huga að helstu réttabætur á síðustu árum og áratugum, til dæmis í stjórnsýslunni, það kom að utan. Muni eftir Jóni Kristinssyni á hjólinu, sem að fór með máli sitt 1985 var tekið þá og fór síðan með það til Mannréttindadómstóls Evrópu. Hvað hafði það í för með sér? Það öll stjórnsýslan breyttist. Það var afnumið þetta að sami maður væri rannsakandi og dómari. Við erum að fá okkar helstu réttabætur á utan og það sama gildir EES-samningin. Við skulum ekki vanmeta það. Neytendavendin svo miklu ríkar í dag. Almenni borgari verið miklu betur settur í dag. Það pólitísk ákvörðun að fara að rugga þeim bát að segja, nú ætlum við bara að fara að losa okkur við EES og öðruvís sem áður bráð ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að taka þátt í því bixi. En það finnst mér dálítið greinlegt og birtist ágætlega í þessu máli að það séu að verða kannski svona ákveðna blokkamyndanir inn í íslenskum stjórnmálum. Við erum alltaf með mjög breytt stjórnmála landslag frá því sem áður var. Þetta ekki þetta 4+1 kerfi sem var hérna lengi. Við erum með 8 flokka á þingi og það ekkert að fara að engin fyrirsjáanleg 2 flokka sterk meirihluta ríkisstjórn í spilunum, alla 3 flokka. Þannig að eins og í þessu máli, það virðist vera svona að myndast eitthvað svona frjálslynd, eins og við kalla alþjóðlega liberal fylkingar innan íslenska stjórnmálalagsins, sem þið tilheyrið, Píratar, kannski eitthvað hluti af Sjálfstæðisflokknum, og svo kannski svona meiri íhaldssama fylkingar. Eru þið sammála þessu? Já, ég alveg sammála þessu. Ég finn alveg fyrir þessu. Og mér hefur þótt lengi mjög ákjósanleg svo tilhugsun að flokkar færu í rauninni svona meðvitaðri og upplýstari inn í kosningar og gæfu kjósendum sínum skýrari skilaboðum hvað þið ætluðu að gera. Ég talaði Vinstri græn
þó ég gagnrýni þessa ríkisstjórn, þá tala ég þá sem mína pólitísku nágranna. Þegar þau eru það vissulega í mörgum málum og þau eru miklu náttúrulegri samstarfsaðili Samfylkingarinnar heldur en Sjálfstæðisflokksins. Ég held að þessi spenna sem að hlaðast upp og hún mun birtast í þriðja orkupakkanum, hún mun birtast í þungunarofsmálinu, kosningamálinu og mörgum málum í vetur. Stjórnarskránni. Hún mun á endanum leiða til þess að þetta springur í tætlur og það fylgja sér auðvitað saman þeir sem eru náttúrulegi bandamenn og geta stjórnað án þess að vera að gera málamiðlanir lægsta samnefnina. Alveg sammála þessu. Ég held að það er svolítið forvitnilegt að sjá einmitt nákvæmlega að það er þarna frjálslyndi ásinn, svo er svona íhaldssemi ásinn, það má líka kalla svona Trump ásinn. Það er svona birtingamynd þess sem ákveðni flokkar eða hópar innan ákveðna flokkar vilja standa frammi fyrir og ég vona að íslenskir kjósendur fara að átta sig á nákvæmlega þessu og þess vegna segi ég, það er oft verið gaman í pólitík en þetta er mjög áhugaverðir, skemmtilegi tímar. Og ég held að það sé raunverulega miklu meiri áhugi innan Vinstri grænna og jafnvel þingliðsins fyrir því að skoða gjaldmiðlamálin betur og velta fyrir sér hérna öðrum gjaldmiðli heldur en að birtist í rauninni í einhverjum opinberum yfirlýsingum. Ég bara þykist vita þá á samtölum við þingmenn. Já, ég bara er svolítið ósammála þarna. Mér finnst Vinstri grænu líða nefnilega alveg ótrúlega vel í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þú veist, þau reyna að finna einhverja svona af og til eitthvað sem að þau geta svona skilt sér á bakvið en svona í heildina séð og við erum að sjá það á fjárlögunum. Þau bara standa svolítið eins og klettur. Veiðigjöldin, það er ekkert sem að breytist þarna. Þetta eru bara þessir, við höfum oft sagt að talað þessi 3 framsóknarflokka. Það er allavega þannig að yfirhöndina í Vinstri grænum hefur núna gamli armurinn. Og ég er ekki farin að sjá þennan frjálslynda arm Vinstri grænna ráða einhverju eða hafi eitthvað að segja í ríkisstjórnarsamstarfinu. Þorgerður, þar er ég sammálaður að þessi armur hefur yfirhöndina núna og kannski er þetta svona fífulbrekkuleg bjartsýni í mér að trúa því að svona sé þetta. En ég veit að innan þingliðsins þá eru miklu frjálslyndar raddir og þær þurfa að heyrast og sá hluti flokksins þarf að springa betur út til þess að okkur verði að mynda meirihlutastjórn þessi gildi. Örstutt í lokin, ég meina maður sér það bara í skoðanakönnunum hvernig þetta er svona allt saman að þróast og stuðningur við ríkisstjórnarinnar er dalandi en er komin vel yfir undir 40% núna í nýjustu könnun MMR. Sjálfstæðisflokkurinn fara að mælast undir 20%. Þessi 3 flokkar ættu enga möguleika samkvæmt þessum könnunum að mynda ríkisstjórn sem staðan er í dag, á meðan allir stjórnarandstöðuflokkarnir að bæta við sig. Við erum búin að fara yfir þetta, hvers konar mál eru framundan. Þau eru öll erfið mál og kannski sum þessara mála verða mjög erfið fyrir ólíka flokka sem mynda ríkisstjórnana að finna einhverja samleið Eru það að sjá fyrir ykkur að ríkisstjórnin geti setið út kjörtímabilið? Nei, ég hef aldrei haft trú á því. Í rauninni hjó ég eftir því að fylgi við ríkisstjórnina hér á landi er komið undir það sem fylgi Trumps er í Bandaríkjunum og það eru dálítið merkileg tíðindi. Sko, ég bara trúi ekki og hef enga trú á því að Vinstri græn treysti sér til þess að fara í kosningar og starfa í þessari ríkisstjórn fram að síðustu stundu. Það mun einfallega verða þeim bara mjög dýrkeypt vegna þess að þau eru að verja málstað sem ég trúi ekki að þau trúi á. Ég trúi ekki á því. Ég trúi ekki á það að þau ætla að láta allar byrðarnar núna í lægðinni leggjast á veikustu hópana. Ef að það er, þá bara er þessi flokkur minna virði heldur en að ég hélt að hann væri. Já, ég held að og ég hef reyndar haft á skoðun að þessi ríkisstjórn myndi setja út kjörtímabilið en svona kannski ólíklegra núna en ég held að hún muni setja ansi lengi og það er bara þessar gömlu ástæður fyrir því. Framsóknarflokknum, hinum eina sanna, líður mjög vel alltaf ríkisstjórnarsáttari. Hann aldrei talað hann mun gera allt til þess að halda ríkisstjórninni saman og fyrir Sjálfstæðisflokkin að það væri mikil niðurlæging ef að þriðja ríkisstjórnin í röð sem hann situr í myndi flosna upp á miðju kjörtímabili. Þannig að það kannski undirstrika það að hann er ekki þessi kjölfesta lengur. Ég held að kjarasamningar þeir verða erfiðir en ríkisstjórnin muni gefa mjög eftir víða með góðu eða illu. Ég held að þessi ríkisstjórn muni sitja lengur og þreyja þorrann eins lengi og hún getur. Og það verður á kostnað þeirra sem að minna mega sín í samfélaginu og alls konar mála sem að við erum sammála. Leggjum undir. Við leggjum undir. Ég stið þetta heilsum. Hvað er lagt undir? Já, það er bara góð rauðinslaska.
Já, bara betri tíð og við verðum ennþá brattar. Já, ný ríkisstjórn, það frekar það. Ef að Logi vinnur þetta veðmál þá komið hérna og þú hafðir á Rauðvík einhvern tímann síðan meir. Góðu lokaorð, takk kærlega fyrir komuna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Logi Einarsson. Við komum aftur hérna að vera með spori eftir auglýsingar. Hugsaðu vel heilsuna. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is Iron Man og Black Widow hittast í partíi. Hvað gerist næst? Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Þarft þú á húðmeðferð að halda, laserlifting, dermapenn, gel-ísbrautun, yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533 1320. Kerum við allar tegundir bíla, bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs, Smiðjuvegi 48D. Pílukast, borðtennis, biljard og margt fleira. Pingpong.is Já, komiði sæl og ný og við höldum áfram hér í 21 og við ætlum að tala fangamál. Við berum okkur saman við önnur Norðurlönd í flestu og fangamál eru ekki undan skilin. Í nýrri samnorrænni skýrslu fangelsismál, þar sem að árin 2012 til 2015 eru skoðuð, kemur fram hve oft fyrrverandi fangar fara aftur í fangelsi eða endurkomu tíðnin. Skilja mátti að hér væri lægsta endurkomu tíðni á Norðurlöndunum eins og það var sett upp sumstaðar í fréttum, en þessu er víst öfugt farið, hún er hæst hér. En skulum skoða þetta betur, Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félags fanga á Íslandi og Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri áfangaheimilsins Verndar undanfarin 18 ár, þangað sem að fangar fara til að klára afplánun og þeir eru sestir hér velkomnir. Já, takk. Svo Guðmundur, hvernig má þetta vera? Er ekki verið að lesa rétt í tölurnar? Nei, við höfum yfirleitt verið að gagnrýna hvernig þessar tölur eru bornar fram og hvernig þeir reikna út tölurnar. Til dæmis í dag er reiknað, það er tekið 2 ára tímabil og þeir fangar, þeir einstaklega sem koma inn aftur í fangelsi innan þessa 2 ára, þeir teljast vera að koma inn í annað skipti að þriðja. Endurkomu fangar? Já, en þeir sem eru með lengri tíma með það, að þeir eru alltaf að koma inn í fyrsta skipti. Og við náttúrulega höfum tekið eftir því að við erum að sjá kannski 7 af 10 föngum hafa verið áður og þá finnst okkur þessar tölur ekki passa og við höfum verið að reyna að fá Fangelsismálastofnun til að reikna þetta út rétt eða það er bara spurning hvernig rétt er reiknað og við höfum oft spurt hver er endurkomutíðnin í dag og hvernig var hún í fyrra og þá fáum við yfirleitt þær tölur, já, það er örugglega 50% sem hafa verið áður. Já. Ólafur Nordal, fyrrverandi dómsmálaráðherra, hefur sagt á þingi, eða sagði á þingi að annað hver fangi kæmi inn aftur og þetta staðfesta rannsóknir nema í háskólunum einnig, sem að styðjast við gögn frá Fangelsismálastofnun. Já, þetta eru miklu hærri tölur heldur en annars staðar á Norðurlöndunum og þá kannski er frekar eðlilegra mið á Íslandi við kannski, ef viðkomandi kemur aftur eftir 3 ár, eitthvað svoleiðis, að kerfið okkar er öðruvísi. Já, við erum náttúrulega, að vissu leyti er náttúrulega ekki hægt að bera þetta saman. Nei. Við erum með allt öðruvísi kerfi heldur en annar staðar, bæði í dómskerfinu, fangar eða einstaklingar bíða oft miklu lengur eftir dómum og þeir safna upp í brotum og eru því að koma kannski inn eftir þessar 2 ár. Bara með pakka? Já, svo erum við með svokallaða biðlista í fangelsin, það getur líka tekið tíma að fara inn í fangelsin, þannig að það er svolítið erfitt að reikna þessar tölur, Já. Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar eru athyglisverðar tölur endurkomu tíðnina og þannig talaði alveg 7 ára tímabil frá 2009 til 2016
og það eru þá nýjustu tölurnar. Sko fyrsta árið 2009 fóru 40% aftur inn, 2011 fyrir tala niður í 29% og svo fer hún bara eiginlega stigvaxandi og endar í 46,4 eða tæpum helmingi, þannig að sko Þráin á vernd koma fangarnir. Svo hittur þessa menn kannski aftur. Þeir koma þangað til að klára afplánun, en sko hvað haldið þið að valdið því aðalega að þeir fari aftur inn? Það er náttúrulega alltaf slæmt að fá menn aftur inn í fangelsi og það væri náttúrulega best ef enginn kæmi aftur, en þetta er flókið. Og varðandi tölfræðina, eins og Guðmundur er að tala sko, þá eru þessi tölfræði greiningar gerða þannig að eins og þessi sem er greinilega í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar, þessi 46% sem núna, það eiginlega bara frá upphafi statistics, eða þegar tölfræði lögð saman aftur í tíman, þeir sem hafa fengið dóma þessum tíma, þeir raðast inn í þessi 46%. Hins vegar ef það á að gera einhvern samanburð á raunverulega tölfræðinni gagnvart öðrum sambærilegum þjóðum eins og okkar, og við þá erum við Noreg, Svíþjóð og Danmörku, þá í reyndinni þessi tala sem þú talar þarna sé ekki rétt, sko, hún samanburðarhæf þannig, og ég bara til þess að Hvað meinarðu, sko? Já, þeir nota þetta sama formúla til útreikninga, þar að segja, ef við tökum bara til dæmis það að árið 1995 þá hefur vernd þetta starf sitt við að taka við mönnum til afplánunar í fyrsta skipti. Sama tíma þá samfélagsþjónusta bætt við. Árið 1998 hún lögfest með þeim skilunum sem eru raunverulega í dag. Árið 2011 þá kemur rafrænt eftirlit inn líka og þegar að menn fara sem sagt úr fangelsi og inn á vernd þá detta þeir út úr þessari statistík varðandi endurkomu hlutan. En höfum við þá rétt að mynda af ástandinu, sko? Nei, ég er ekki viss um það, en þetta eru raunverulega þau gögn sem við höfum og meðan að ekki er þetta sýna fram á eða benda á leiðir til betri útreiknings varðandi þetta, þá eiginlega verður maður eiginlega að trúa því að yfirvöld séu raunverulega leiðbeina manni rétt varðandi þennan hluta mála. Ég þekki það ekki nógu vel. Hins vegar þekki ég þá tölfræði sem varðandi vernd, að það eru cirka 13% af þeim sem að fara í gegnum vernd, þeir koma aftur inn í kerfið innan 2 ára. Þetta bara vegna þess að það ekki hægt að bera saman aðra hluti heldur þá sem eru til dæmis eftir 2011 vegna þess að þá kemur rafræna eftirlitið inn. Annað væri ósamanburðarhæft. Þannig að þessi 13% sem koma tilbaka frá okkur eru þær einu tölur sem við höfum raunverulega, af því við höfum engan annan að samanburða. Hins vegar höfum við aðrar tölur sem að segja okkur það að 38% af þeim sem koma í gegnum vernd hafa áður verið í fangelsi. Ég skil. Þannig að það umtalsvert lægri tala heldur en raunverulega út úr þessum tölfræðum sem við höfum, en það má líka spyrja sig af hverju, að því það helmingur allra fanga, rúmlega það sem koma út úr fangelsi og klára raunverulega afplánun inn á vernd. En það helmingur, af hverju það ekki stærri hópur og við vitum það auðvitað tengt því að sumir eru bara ekki tilbúnir að fara þessa leið, sumir eru ekki hæfir og þá það spurningi hvernig þetta hvetja til betri þáttur. Þeir fara bara beint út í samfélagið. Já, nákvæmlega, sem aldrei gott. En inn í þessum tölum, sko, sem geta verið, finnst mér ansið ruglandi, inn í þessum tölum þá tekið tillit til þá erlendu fangana sem náttúrulega hlutfall þeirra hefur hækkað, sem fara svo bara beint úr landi, sko. Ég get eiginlega ekki svarað því, en ég veit til dæmis í þessari skýrslu sem var gerð núna, sem er svona samnorræn, þá treysti Noregur sér til dæmis ekki til að vera með og þeir eru nú yfirleitt með lægstu endurkomutíðnitöluna, en það var einmitt út af því að þeir áttu eftir að sirka út erlenda sem vísa á landi og það sem látnir og annað slíkt, sko. Já. Þannig að það sko kannski ýmislegt sem má bæta í þessari statistík til þess að greina stöðuna betur. Sko, þetta er náttúrulega mjög flókið, sko. Við sem erum búin að vera inn í þessu mjög lengi, við eigum oft mjög erfitt með að skilja þetta og þingmenn og jafnvel ráðherrar og fleira sem hafa kallað eftir þessu tölum, þeir fá aldrei nógu góða tölur. Ólöf Nordal heitin, hún nefnir þetta þá í þinginu. Já. Þannig einhverja tölu fekk hún á ráðuneytinu sem hún vildi styðja sig við. En þú spyrði í Morgunblaðsgrein Guðmundur Ingi í gær, fyrirsögnin var hverjum hentar að fegra ástandið og ert þá að vísa í að það sé ekki verið að túlka tölurnar rétt.
Já, okkur... Ertu að gagnrýna eitthvað sérstakann með þessu? Já, ég náttúrulega gagnrýna sko því við vitum að endurkomutíðnitalan há og það náttúrulega, ef ekkert breytist þá breytist ekkert, skilur, það einmitt það sem við þurfum bara átt okkur á og ég veit alveg að Fangelsismálastofnun hefur, sérstaklega forstjóri Fangelsismálastofnunar hefur viljað koma með breytingar og breyta þessu og hann þekkir vandann og vill breyta en hann náttúrulega breytist ekki neitt ef hann kemur síðan alltaf og fegra ástandi, sko. Það ekki að virka. En talar hann óvarlega þetta? Nei, hann svona, ég held að hann farið frekar varlega í að ræða þessa skýrslu, sko, því að hann veit að ástandi öðruvísi, tel ég, sko. En við viljum hafa lægri endurkomutíðni, ég held að við getum öll verið samlega um það. Já, við náttúrulega vitum að þeir sem fara í þrepaskipt út í frelsið aftur, eins og til dæmis bara í opið fangelsi og áfangaheimili og öglaband, þeir eru síðri að koma aftur inn og þarna vantar okkur bara fleiri úrræði, sko, okkur vantar... Eins og hvað? Já, ég meina, við þurfum einhvern veginn að gera þetta eins og meðferðir og annað slíkt. Það vantar sárlega meðferðir fyrir fanga og að fleiri komist í opin úrræði og síðan vantar dómskerfinu líka einhver úrræði, skilur. Það þurfi ekkert allir að fara í fangelsi í raun og veru. En það náttúrulega miklu fleiri sem fara í samfélagsþjónustu í dag, það ekki? Jú, það Og það hlýtur að hafa þá áhrif og þá biðlistinn styttri og það hlýtur að vera jákvætt. Já, en vandinn undanfarin ár hefur verið þetta, sko, að það rýmum fækkaði gríðarlega með lokun fangelsa og þannig að þá safnaðist upp biðlisti og af biðlistanum voru þetta teknir þeir einstaklingar sem voru með alvarlegustu brotin og var raunverulega nauðsynlegt að koma inn á þessum tíma og þannig að það enn á aftur skekkir auðvitað þær tölur sem hægt var að toga út úr þessu kerfi, sko. Og líka þetta, sko, óskilorðsbundin refsing til 12 mánaða leiðir til samfélagsþjónustu. Hér fyrir nokkrum árum þátti 1 árs fangelsi vera bara nokkuð þungur dómur, sko. Og þá er líka spurningi, sko, hvað eru margir af þeim í endurkomu eða í endurteknum dómum og þá er spurningi, sko, er ekki dómaframkvæmd kannski besti lesturinn í því hvað eru margir sem hljóta óskilorðsbundna dóma sem hugsanlega getur sagt okkur meira um það hvað eru margir sem hljóta dóma en til dæmis fyrning eða frestun og allt þetta segir okkur ekki alveg nákvæmlega hvernig, en þessi 2 ára tímabila rannsókn hún auðvitað bara frá janúar til desember og maður sem til dæmis kemur inn á vernd í nóvember, hann ekki lengur inn á þessum lista þegar það kemur að því að það á að gera rannsókn eftir nóvember. En það er svona alls konar hlutir og rafræna eftirlitunum enga líka. Já, maður einhvern veginn sá fyrir sig að það væri nú bara að taka kennitölur og keyra þetta svona einhvern veginn saman en það virðist ekki vera. En þegar sko Hólmsheiði opnaði og það nú eiginlega bara upp á dag núna þegar það fangelsi opnaði þá voru sko á boðunarlista 500 manns. Já, ég veit ekki... Þetta var í frétt í Morgunblaðinu og ég las þetta í verndartímaritinu og 6 ára bíð eftir afplánun. Dregur þetta í efa? Já, ég persónulega gerir það, sko. Ég veit ekki alveg, sko, ég dreg ekki í efa, það biðlisti, en hvernig hann kom til, ég veit ekki, ég held að flestir sem á þessum lista séu í samfélagsþjónustu eða einhverju slíku sem geta farið í slíku úrræði. Þá enn og aftur erum við kannski ekki að tala alveg um sama hlutin. Nei, svo náttúrulega spurning, sko, ég meina, þessi biðlistar, sko, það var náttúrulega verið að þrýsta á Hólmsheiðina og hérna, það náttúrulega spurning hvort að það hefði hendað að koma með biðlista, ég veit það ekki. Hefur þú eitthvað tekið eftir þráinn, sko, nú þetta bara 1 ár síðan að Hólmsheiði opnaði og fyrst var það Kvennaálman, en hefur þú tekið eftir því að mönnum líði eitthvað betur þar? Það átti að vera betri aðbúnaður. Já, það sko aðstæðan eru öll mikið betri. Það hins vegar þannig í fangelsunum núna að hópurinn sem ég sagði áðan, hópurinn sem inn í fangelsunum í dag, hann mun erfiðari heldur en hann var bara fyrir örfáum árum síðan. Er það dópið? Það auðvitað þessi vandi sem verið að tala um bara hér, ótímabundin dauðsföll og við getum talað um það eins og með fangaði til dæmis til rannsóknum þá sem létust fyrir 45 ára, sem sagt hversu há tíðni það var þeirra sem hefðu áður hlotið óskilorðsbundna dóma að það aldrei, eins og ég sagði áðan, það aldrei gott að menn fari í fangelsi. En hins vegar þetta erfitt að því það verið að tína inn fólk inn af listanum sem nauðsynlegt að taka inn. Að það
það fólk sem í fangelsum í dag. Það eru skjólstæðingarnir mjög erfiðir, margir hverjir og það mjög fáir sem raunverulega kannski komast í gegnum síðuna til þess að geta komið á vernd eins og oft staðan. Sko. Eru veikustu einstaklingarnir þá teknir fram fyrir líka þeir sem eru fíkniveikastir? Það bæði alvarleiki brotana og bara staða þeirra sem að hluta eiga máli og til dæmis eins og konur, þar staðan mjög slæm. Hvernig það? Já, þær eru bara staða þeirra bara verri heldur en eiginlega eða sambærilega þeim verstu þegar við tölum þá kalla sem eru í slæmri stöðu í fangelsum. Þá er þetta meiri hluta. Af hverju? Þær eru bara mun veikari þegar þær koma í afplánun. Þær koma veikari inn í fyrsta skipti. Ég hef nú kallað það bara að það sé verið að gera þeim einhvers konar greiða í dómskerfinu, þær fara seinna inn. Kaskutabönnum og eitthvað svoleiðis? Já, já, til dæmis og þær eru því lengur einhvern veginn að skemma sig, koma mun verri ástandi inn í afplánun og svo þegar þær eru loksins koma inn og þá eru þær yfirleitt að koma inn oftar og oftar. Endurkomið þín hærri hjá konum? Vitið þið það? Það eru það hjá okkur klárlega sko. Við erum með, það í kringu 90 og eitthvað % af þeim sem koma til okkar sem standast úrræðið að fullu sko. Ég held að það sé bara einhverja 32% af konum. En að því þú veist að tala Hólmsheiðina sko, Hólmsheiðin og það vantaði vissulega aðstöðu í Reykjavík fyrir fangelsi og betri aðstöðu fyrir fanga en ég persónulega held að þetta sé svona eitt mesta slys sem hefur verið gert. Þetta illa hannað, þetta undirmannað, það ekki hægt að reka þetta, það bara ekki peningu fyrir því. Það til dæmis, það ekki hægt að bæta við, það engin skóla aðstæða fyrir verknám, það erfiða vinnuaðstæður. Þetta óbóðslega stofnanalegt allt þarna. Dagurinn líður, þú getur ímyndar í blokk og bíða eftir lyftu. Allur dagurinn þannig. Eins og ég sé bara standið fram lyftu og bíði. Já, þetta er í raun og veru hræðilegt fangilsi, þó að aðstæðan sé mjög fín sko. En þarna erum við aftur á móti komin inn á að aðstæðan skiptir auðvitað máli en hún skiptir samt minna máli heldur en innihald fangavistar. Sko þú ert að tala náttúrulega námið og að geta unnið, ekki satt? Jú, og bara verknám og starfsþjálfun, þetta það sem skiptir langmestu máli. Þetta ein leiðin til þess að fækka endurkomum? Já, alveg klárlega. Það til alls konar rannsóknir sem benda til þess og sérstaklega í námi að það hafi mikil áhrif. Og allt verknám og allt hafi eitthvað við að vera skiptir mjög miklu máli í öllu svona. Og það í lágmarki á Hólmsheiði? Það ekkert. Það mjög lítið. Það eitthvað verið að pakka, merkja vörur. Það auðvitað alltaf verið að reyna að finna einhverjar línur í því að reyna að fá verkefni. Það bara reynist mjög erfitt af því það oft kom upp raddir í sambandi við það að menn sé einhvers konar samkeppni, brot á þessum reglum eða hinnum lögunum. Nú nýlega þetta ASÍ varðandi vinnu utan fangelsa og þetta náttúrulega þetta stífir þetta allt niður þannig að í dag eru litla líkur á því að menn geti unnið frá fangelsum vegna þess að sjónum hefur verið bent að þessu. Það ekkert sem gerist annað en það að vinnu stundum fækkar af föngum. Það kemur ekkert annað í staði. Því það raunverulega ekkert annað að hafa. Þannig að þarf ekki bara að koma þá vinnandi föngum inn í einhvers konar kjarasamning? Það verður náttúrulega langt best. Það verður langt best. Hugmyndir náttúrulega svo sko að þeir fái markaðslaun en borgi leigu og fæði sjálfir og fái þá ógjöld og skatta. Já. En það er ekki að tala um þá sem sitt inni náttúrulega? Jú, ég hefði helst til að sjá alla fanga fá svoleiðis laun en ef við erum að ræða Hólmsheiðina sko, við erum að tala það ekki eins og búið að semja heilbrigðisþjónustu í þessu fangelsi. Það ekki búið að semja menntamál í þessu fangelsi. Þannig að það vantar allt. Þetta bara kassinn, steypan og svo eru þarna starfsfólki, það góða starfsfólk sem vinnur þarna að reyna að bjarga hlutunum. Þannig hurðin var bara opnuð, hleypt inn, svo sjáðu bara hvað margir fara út og koma aftur. Já, en það kemur engin betri út á Hólmsheiðinni, ég get alveg
Það er náttúrulega auðvitað, það er auðvitað þannig að Hólmsheiðin á að nýtast til svona greiningar eins og maður hefur skilið það og þaðan fara menn svo út í þau fangelsi sem við á að etja, þeir sem eru með þyngstu dómar að fara á Litla-Hraun og margir fara beint í opin fangelsi og Akureyri og Kvíabryggju og Sogn og svo eru auðvitað eins og við erum að tala þetta, það er svo mikið af veiku fólki inn í þessu kerfi sem þarf auðvitað á mikilli aðstoð að halda og ég vil fullera það að það er svona í kringum 92–94% af þeim sem í fangelsi eru eiga við bara mjög alvarlega fíknivanda að stríða og ýmis annan vanda og það sem þetta sjá líka meira að því ég er nú búin svo lengi í þessu að þessi geðrænu hluti mála þar sé að menn eru farin að þróa með sér alls konar geðræn vandamál samhliða þessum fíknivanda og þá er mjög lítið þetta að gera og menn horfa fram í alls konar vanda innan fangelsiskerfisins líka sem er erfitt að taka á. Það eru til dæmis lyfjamál sem er allt og tíð og allt og margir eru á lyfjum. Já, og eiturlyfin inni. Já, það er náttúrulega kannski hluti af þeim stærsta pakka innan fangelsins. Það er náttúrulega bara eru auðvitað þessi efni. Þið eru að tala náttúrulega stærsta áhrifaþáttin í því að menn komið tilbaka býstífið. Já. Það er bara andlegt ástand. Já, vímuefnavandi. Það er klárlega. Það er fínt að fá ykkur hingað Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félagsfanga á Íslandi og Þráinn Farestveit, framkvæmdastjóri áfangaheimilisins Verndar þangað sem að fangar koma og klára afplánun. Hefur verið þar undanfarin 18 ár það minnsta en við tæmum myndi ekki hér takk aftur fyrir að koma. Já, takk sömuleiðis. Og fyrir við stuttar auglýsingar og síðan í Holt nammi. Farðu vel með þig. Pennin húsgögn. Fiskivika, bleikja og lax 1990 og allur hvítur fiskur og fiskréttir 1590. Fiskikóngur í Sogavegi og fiskikóngur Höfðabakka. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Nú eru litadagar í Slippfélaginu. 40% afsláttur og fríar litapröfur af innimálningu. Slippfélagið málningarverksmiða. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og Elda. Njóttu dagsins, við sjáum kvöldið. 12.is. Mannlíf fagnar 1 árs útgáfu afmæli og mælist nú sem næst staðista helgarblaðið. Þökkum móttökurnar. Leikhústilboð, gisting með morgunverði á Hótel Kea ásamt miða á kabarett aðeins 14.950 krónur á mann. Hafið samband í síma 460 2000. Vertu velkominn á opinn kynningarfund fasteignir á Spáni. Á Nauthóli í Nauthólsvík 17. og 18. nóvember. Allir velkomnir. Þar höfum við það á hreinu en við skulum halda áfram með þáttinn. Næst er komið að lið Snædísar Snorradóttur. Já, það er akkurat það næringarnammi heilsumömmunar friðar samviskuna yfir hátíðirnar þar sem að hún hefur þróað heilsumamman gómsætar uppskriftir þar sem að er engin sykur og ekkert glútein og heilsumamman heldur regluleg námskeið fyrir fólk sem vill lifa hollu lífi og þar kennir hún fólki réttu handtökin með hollu hráefni. Hver vill ekki þetta? Já, sæl Oddrún, hér var að ljúka námskeiðinu næringaríkt nammi. Hvað er næringaríkt nammi? Sko, við erum raunin bara að búa til nammi, en við erum að nota næringarík hráefni. Við erum að nota mikið af hnetum, möndlum, fræjum. Við erum að nota einnig kvöld graskisfræ, sesamfræ, sólblómafræ. Þannig að við erum ekki með hvítan sykur. Já, sko, sólblómafræ og svona, þetta hljóma kannski ekki alveg eins og nammi, en nú var ég að smakka þetta hérna og þetta er svo sannarlega eins bragðgott. En út af hverju fórstu í þessar pælingar með næringaríkt nammi? Kannski þessi mikla nammi pælingar hjá mér, þær voru að því að dóttir mín var með mjólkuróþol og þá mátti hún eiginlega ekki borða neitt nammi. Þannig að ég var svolítið svona í hverju viku að finna eitthvað nýtt og spennandi. Það fór út í það, út frá óþoli. Þannig að þú myndir segja að þetta nammi hérna hentar vel fyrir svona ofnæmisfólk? Algjörlega, þetta er allt saman mjólkulaust, glútenlaust og eins og segja, já, engin hvítur sykur.
Æðislegt og þannig að jólin hjá þér eru dálítið svona sigursnauð? Bara eiginlega allt árið. Já, maður bara reynir, þú veist, þetta náttúrulega bara freistingar allt árið og hérna maður bara reynir að hérna, þú veist, takmarka sigurinn. Finnst þér þetta vera að koma í stað fyrir hjá fólki? Finnst fólki þetta koma í staðinn fyrir hérna hefðbundnu smákökur? Það náttúrulega örugglega bara misjafnt. Fólk allavega mjög ánægt sem labbar hérna út og hérna margir sem hafa, þú veist, hist, hef ég heyrt, kannski vinkonur sem koma saman, þær hafa síðan hist og búið til nammi saman. Það er svolítið skemmtilegt. Það það, en nú sá ég að hér voru mikið af börnum á námskeiðinu líka. Hvernig eru börnin að taka í næringarríkt nammi? Þau eru bara algjörir snillingar. Já. Og þau eru líka að koma, ég er líka með grænmetisnámskeið. Já. Sérst að það er smá jafnvægi í þessu. Að hérna fisk kemur fólk og lærir að gera grænan smoothie og svona og svo kemur fólk að gera nammi. Og krakkarnir eru bara alltaf ótrúlega bara dugleg og bara virkilega áhugasöm. Og þeim finnst þetta bara mjög bragðgott? Já. Ég gæti ekki séð betur. Nei, ekki ég heldur, það var þetta alveg svoleiðis. En hérna, næringarríkt nammi yfir jólin, við eigum að reyna að taka út sykurinn. Það er náttúrulega alltaf mikið af sykri í öllu rauninni og það er bara fínt að, þú veist, finna leiðir til að takmarka hann. Oddrún, þetta er virkilega flott námskeið og nammi lítur líka alveg rosalega gómsætt út. Hvar getur maður séð þínar uppskriftir? Það er heilsumamman.is á netinu og á Facebook. Það er reyndar eiginlega uppselt á öll námskeiði núna. Sem sagt, í nóvember, já, en svo er ég að leggja hönd á bara rafbók með öllum þessum uppskriftum sem verður bara fáanleg á heimasíðunni og á Facebook síðunni, þannig að bara fylgjast með. Æðislegt, heilsumamman.is, takk fyrir þetta Oddrún. Takk fyrir. Já, jólabakstur og engin sykur. Á maður ekkert að fitna lengur jólin? Þú fitnar náttúrulega sama hvað. Aðeins forsíður helstu blaða, mér finnst Fréttablaðið vinna forsíðukeppnina. Það er svona ljóðræn, rómantísk mynd á Mogganum en fréttamyndin er í Fréttablaðinu Paradís í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum. Er ekki lengur en Paradís. Þetta er mjög dramatísk mynd og kemur frá erlendri fréttaveitu. En þetta er svona klassísk Moggamynd þarna. En við segjum þetta bara gott í bili held ég og verðum hérna aftur á morgun með hörku umræðum þar sem að hæst ber. Við þökkum ykkur fyrir að horfa. Verið sæl.